Komið sæl. Nú háþrýstisvæði náð að byggja sér upp hérna yfir Bretlandseyjum og þetta þýðir það að lægðirnar nú farnar að koma til okkar aftur og það eru skil sem að fara yfir landið núna næsta sólarhringinn og síðan kemur næsta lægð og þá fáum við önnur skil yfir landið á laugardaginn. Þannig að næstu dagar munu einkennast af suðlægum áttum og talsverðri vætu, einkum landið sunnan og vestanvert. Og ef við lítum á hitasviðið að þá hlýir loftmassar sem að fylgja þessari úrkomu og því má gera ráð fyrir því að hitastigið hjá okkur verður svona víða á milli 5 og 10 stig en síðan á sunnudaginn þá fer nú aftur að kólna hjá okkur og við fórum að sjá aftur hitatölurnar nálgast frostmarkið. En ef við skoðum stöðuna svona hvernig þróunin næsta sólarhringinn þá sjáum við í kvöld að þá verður skýlin komin hérna upp að suður- og vesturströndinni og byrja að rigna og síðan munu þau fara yfir landið í nótt og það gæti orðið svolítið stíf suðaustan og sunnanátt og síðan í kjölfarið munu nú fleiri bylgjur koma og það verður því svona nokkuð blautt landið sunnanvert en á norðausturlandi ætti að verða svona mestu þurrt og það verði nú einhver úrkoma sérstaklega þá í nótt og fyrirhluta dags en þó í mun minna mæli heldur hérna á suður- og vesturlandi og síðan mun nú ná að létta til svona á norðvesturlandi svona þegar að líður á morgundaginn en það hlýnar hjá okkur og hitatölurnar víða á bilinu 5 til 10 stig. Nú síðan ef við skoðum hvernig þetta þróast áfram hjá okkur þá sjáum við hvernig sunnanáttin mjög ákveðin hjá okkur og úrkomusvæðin þau koma svona inn á sunnanvert landið og þá rignir talsvert en minna á norðaustanverðu landinu þannig að þegar má segja að þetta verður nokkuð svipað á laugardaginn mjög ákveðin sunnanátt og kannski talsvert stífari heldur en á föstudeginum og hitatölur áfram á bilinu 5 til 10 stig en minnsta úrkoman verður á norðausturlandi og þar geti jafnvel sést eitthvað örlítið til sólar. Nú síðan á sunnudeginum að þá á að snúa í nokkuð stífa suðvestanátt og það gæti nú orðið hvöss sérstaklega hérna á suðvesturlandi og það verða svona skúrir í þessu eða jafnvel slyddu eða snjóél því að hitastigið orðið það nálægt frostmarkinu að það svona spurning hvar þetta á hvaða formi þessi úrkoma lendir. En á norðausturlandi ætti nú áfram að verða svona þurrast og einnig bjartast en það fer að kólna hjá okkur og hitatölurnar koma víða nálægt frostmarkinu. Nú síðan á mánudeginum að þá fer nú svona að draga úr þessu öllu saman. Það dregur úr suðvestanáttinni og fer að létta til og einnig mun nú hitastigið verða svona áfram svona nálægt eða rétt yfir frostmarki hjá okkur. En það næsta sólarhringinn mun ganga yfir úrkomusvæðið, það verður því stíf sunnanátt hjá okkur og nokkur væta sérstaklega sunnan- og vestanvert landið og við sjáum einnig hækkandi hitatölur víða á bilinu 5 til 10 stig. En við skulum láta þetta duga af verið í bili, verið sæl.